Bingo, bíðum aðeins. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 23. nóvember árið 2021. Settur fundur í bæjarstjórn númer 1342. Og hér eru mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Valgarður Eddi Jónsson hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar. Einar Brandsson, Rakel Óskarsdóttir, Bára Daðadóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Ólafur Adolfsson og þá sitja fundinn Þórður Guðjónsson, varabæjarfulltrúi í forföllum bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur og Karitas Jónsdóttir sitja fundinn í forföllum Ersulu Láru Arnardóttur bæjarfulltrúa. Og það skal tekið fram að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sitja fundinn í fjarfundi. Einnig sitja fundinn þeir Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér að rita fundargerð. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár og fyrsti fundarliður hefur málsnúmer 2104-136 Flóahverfi úthlutunarreglur. Ræða reglur úthlutun lóða í Flóahverfi sem hafa farið til umfjöllunar í skipulags- og umhverfisráði sem samþykkti reglurnar og vísaði þeim til samþykktar í bæjarráði og bæjarstjórn og bæjarráð hefur tekið reglurnar fyrir og samþykkti reglurnar og vísar þeim hér til bæjarstjórnar til endanlegra samþykktar. Og orðið laust reglur úthlutun lóða í Flóahverfi. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá óska ég eftir því að þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja reglur úthlutun lóða í Flóahverfi eins og þær eru lagðar hér fyrir að gera svo vel og gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundarliður málsnúmer 2010-061 deiliskipulag Jaðarsbakka, hækkun á byggingu íþróttahús. Að ræða umsókn að breyta hæð íþróttahús úr 10 metrum í 11,5 metra. Engin breyting gerð á byggingarreit. Erindi var grenndarkynnt samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og stóð grenndarkynningin frá 14. október til og með 12. nóvember síðastliðnum. Engar athugasemdir bárust en 2 lóðar hafa sendur samþykki. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt, send skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Orðið laust þetta mál. Það enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Les ég upp tillögu af bókun bæjarstjórnar sem að hljóða þá svona: Bæjarstjórn Akraness samþykkir breytingu á deiliskipulagi Jaðarsbakka sem felst í hækkun íþróttahús úr 10 metrum í 11,5 metra og deiliskipulagi verði sett skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Sem samþykkja þessa afgreiðslu, gjörðu svo vel að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti. Samþykkt 9-0. Þriðji fundarliður málsnúmer 2109-227 deiliskipulags Skógarhverfi áfangi 3A Skógarlundur 6. Ræða breytingu á deiliskipulagi áfanga 3A í Skógarhverfi og breytingi felur í sér tilfærslu á bílastæði til suðausturs. Erindið var grenndarkynnt samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2012
og grenndarkynningin stóð frá 7. október til með 4. nóvember síðastliðnum. Engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnar. Orðið er laust þá sem vilja ræða þessa tillögu. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá förum við bara í afgreiðslu. Tillaga að bókun bæjarstjórnar hljóðar svo: Bæjarstjórn Akraness samþykkir breytingu á deiliskipulagi skógarhverfis áfanga 3A vegna lóðarinnar Skógarlundi nr. 6 sem felur í sér tilfærslu á bílastæði til suðausturs og verði kostnaður auki vegna breytingar svo sem vegna veitulagna skal hann falla á lóðarhafa. Skipulagsbreytingin verði send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Þeir sem að samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svo ekki á merki. Það er samþykkt 9-0. Þá förum við í 4. fundarlið. Það eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2021, málsnúmer 2101-002. Og lögð fram fundargerð bæjarráðs frá 11. nóvember síðastliðnum, fundi númer 3477. Og orðið er laust þessa fundargerð bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að koma inn á 3. lið í fundargerðinni sem er álit umboðsmanns Alþingis. Mér finnst ég ekki geta annað en ávarpa þetta hér þó að málið sé kannski þess eðlis að hefði kannski átt að ræða það kannski á öðrum eða svona ekki alveg svona opinberlega en þetta er mál sem við í rauninni verðum samt að koma aðeins inn á. Þannig að allavega þeir sem hafa áhuga að fylgjast með okkur verða þess varir að við höfum allavega ákveðnar skoðanir á þessu máli. En í rauninni eru þannig mjög alvarlegar ásakanir að ræða. Til að byrja með þá finnst mér að hafa verið miður að við sem sitjum í bæjarstjórn höfum ekki verið upplýst málið meðan það var í málsmeðferðinni. Fréttum að þessu núna bara þegar málinu er lokið. En þar sem það er nú niðurstaðan að það er bæjarstjórnin sem fær þennan dóm og það að hún hafi í rauninni ekki sinnt sínum skyldum. Málið er mjög sérstakt að mínu áliti. Umsækjandi starf slökkviliðsstjóra Slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar sem ekki hlaut starfið leitaði til umboðsmanns Alþingis og vildi meina að hæfasti umsækjandinn hafi ekki verið ráðinn. Samkvæmt áliti umboðsmanns er ekki hægt að sjá að hann taki undir það að hæfasti umsækjandinn hafi verið að hæfasti umsækjandinn hafi verið en hann kemst í rauninni að þeirri niðurstöðu að bæjarstjórn Akraness hafi í rauninni ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni við ráðninguna. En það kemur í rauninni hvergi fram að umboðsmaður telji það annað í rauninni en að hæfasti maðurinn hafi verið ráðinn sem við réðum. Svo virðist vera ef maður fer í gegnum álitið að þá eigi öll bæjarstjórn að sjá allt ráðningarferlið.
við eigum að taka viðtölin, við eigum að meta umsækjendur og að lokum þá ráða þann hæfasta í starfið. Nú er að ræða slökkvilið sem að heyrir undir eða rekið af 2 sveitarfélögum og ef við förum þá eftir þessu áliti að þá má ætla að báðar bæjarstjórnir, bæjarstjórn Akraness og sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar eigi að sjá ráðningarferlið, það yfirfara umsóknir, meta umsækjendur og taka viðtöl. Þannig að það eru þá held ég 16 einstaklingar sem þurfa að setja þá fundi fyrir hönd bæjar og sveitarstjórnar. Það ekki hægt að túlka álitið þannig að okkur sé heimilt að setja á ráðgjafahóp til að sjá ferlið og ég tel í rauninni að þetta geti aldrei gengið upp í raun að fara í svona ráðningarferli. Við hér í bæjarstjórn Akraness höfum við haft sams konar ferli þau ár sem ég hef verið í bæjarstjórn og sama ferli og við höfðum ráðningu slökkvistjórans. Og ef mig minnir rétt, sem að þarf kannski ekki alltaf að vera, þá held ég að sá slökkvistjóri sem var á undan þessum sem við réðum, hann hafi verið ráðinn á mjög svipaðan hátt. Sem sagt það var ákveðinn hópur sem að fór yfir ráðningar og ráðningin svo endanlega greidd í bæjarstjórn, sama hátt og við gerðum núna. Við sem sagt höfum sett saman hóp við allar þessar ráðningar sem að hafa verið og við höfum verið svona, má segja, með eða án aðstoðar frá ráðgjafafyrirtæki. Það hefur svona verið beggja blans allar þessi síðustu ár. Þannig að allar þær ráðningar sem að ég hef komið að síðustu 11 árin og þessi bæjarstjórn, það bæjarstjórnir sem hafa setið hingað til þessi 3 kjörtímabil hafa þá samkvæmt þessu áliti alla brugðist sínum skyldum eða hvað. Ferlið hefur verið mjög svipað og við þessa ráðningu sem við erum dæmd fyrir að hafa ekki sinnt skyldum okkar. Við höfum stofnað hóp, starfið hefur verið auglýst, hópurinn fer yfir umsóknir, tekur viðtöl við þá sem að hópurinn telur að séu hæfastir og út frá því metið hver af þeim umsækjendum hæfastur. Þessa skoðun sína og vinnu leggur hópurinn svo fyrir bæjarstjórn. Við sem höfum setið í bæjarstjórnunum höfum farið yfir það ferli sem að hópurinn fengi alveg söguna, hvernig ráðningarferli hefur farið fram, viðtöl og mat og allt sem að því kemur og hópurinn hefur svo endingu lagt fram sína tillögu og bæjarstjórn hefur tekið afstöðu og að sjálfsögðu hafa öll gögn sem að málinu fylgja. Við höfum komist í þau og ef ég man rétt að þá hafa þau alltaf legið frammi á þeim fundum sem að endanlegar ákvarðanir hafa verið teknar. Sjálfur hef ég, og ég veit að það eru fleiri sem hafa gert það, við höfum
flett þeim gögnum sem fyrir liggja og við höfum spurt spurninga þegar ráðningar hafa verið teknar fyrir í bæjarstjórnarfundum sem eru yfirleitt á lokaðir. Þannig að við höfum rætt þessi mál fram og tilbaka og að endingu það sjálfsögðu okkar þá að taka ákvörðun út frá því sem að okkur hefur verið ráðlagt og það sem við höfum getað kynnt okkur og höfum þá kynnt okkur. Nú það þannig að minni mitt farið að spila aðeins þannig að í dag veit ég ekki nákvæmlega hvað ég gerði á bæjarstjórnarfundi í janúar 2020. En ég í rauninni tel mig yfirleitt hafa flett þeim möppum og gögnum sem hafa legið fyrir á fundunum. Og í janúar 2020 var þessi umrædda ráðning tekin fyrir. En kannski má segja að minnið hjá manni hefði kannski verið eitthvað skýrara ef maður hefði þurft að fara að rifja þennan fund upp í júní 2020. Þannig að það segir okkur það að við þurfum að fá að vita í rauninni strax og svona mál komi upp. Ég sjálfur og ég fullviss það að allir þeir sem hafa setið með mér í bæjarstjórn á þessum tíma hafa sinnt öllum sínum skyldum hvað varðar þær ráðningar sem við höfum komið að og það vil ég taka fram alveg sérstaklega hér. Svo alltaf spurningin hver hefði staðan í rauninni verið ef við hefðum þá ráðið einhvern annan en starfshópurinn mælti með og hafði eftir mikla vinnu fundið út að væri hæfasti maðurinn. Hefði við þá fengið eitthvað annað álit það að við hefðum gengið fram hjá starfshópnum. Ég veit það ekki, en við vitum til dæmis ráðherra sem hafa þurft að segja af sér vegna þess að þeir hafa ekki farið eftir því sem þeirra starfshópar hafa ráðlagt. Þannig að þetta rosalega erfitt fyrir okkur sem einstaklinga að sjá fyrir að þetta hafi í rauninni verið reyndin. Það ekkert, engin saga á bak við það að við hefum að sitja og sinna öllum fundum og fara yfir öll gögn í málinu. Svo kannski hægt að spyrja sig að því, ég ekki alveg klár á því hvernig við, ég veit að við í bæjarstjórn Akraness samþykktum þessa ráðningu. Ég fann ekki og kannski út af því að það ekki trúnaðar fundagerðir á netinu hjá Hvalfjarðarsveit. Þannig að umboðsmaður hann ákveður í rauninni bara að fella dóm yfir bæjarstjórn Akraness þrátt fyrir það að þetta slökkvilið tveggja sveitarfélaga. Og hvergi í álitinu komið inn á þá tengingu í sjálfu sér nema þar bara talað starf slökkviliðsstjóra Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Hvergi tekur umboðsmaður það upp og þá hver ábyrgð Hvalfjarðarsveitar í málinu. Annað sem finnst svona dálítið merkilegt að
Mér finnst umboðsmaðurinn fella dóm yfir okkur hér í bæjarstjórninni. Í rauninni á þess að tryggja að við sem hér sitjum getum komið okkar sjónarmiðum á framfæri. Ég held að það væri í rauninni venjan að aðili máls á yfir höfði sér ákveðinn dóm, eða ég kalla þetta álíka bara dóm, að lögfræðingurinn hann samið við sig, hann vil gera greinarmun á því að þetta ekki dómur. Þetta álit. En þú dætti aðeins út. En já, það með aðkomuna að sem sagt því eða það að umboðsmaður hann tryggir ekki að við sem hér sitjum höfum eða komum okkar sjónarmiðum á framfæri. Það er ósköp eðlilega í sjálfu sér bréfaskrifti á milli umboðsmanns og Akraneskaupstaðar sem þar sem í rauninni starfshópurinn eða formaður en einn aðili starfshópsins, hann svarar erindinu og sjálfur sér ekkert það að segja, en þegar það kemur að því að umboðsmaðurinn tekur ekki á því hvort að hæfasti einstaklingurinn er ráðinn, heldur í rauninni kemur með þennan áfellist á bæjarstjórnina. Að hann tryggir það ekki, sjálfur umboðsmaðurinn, að við sem hér sitjum getum komið okkar bara málsvörn á framfæri. Þannig að ég set alveg spurningu við það hvort að umboðsmaðurinn hafi sjálfur í rauninni sinni rannsóknarskyldu. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta en eins og ég sagði áðan, ég finn mig knúinn til þess að koma þessu að hér. Ég bíð spenntur eftir því að sjá hvert framhaldi verður á þessu og ég áskil mér alveg fullan rétt til að tjá mig þetta síðar og jafnvel hefur hvarflað að mér að senda inn kæru til umboðsmanns Alþingis óréttmæta málsmeðferð sem að ég tel mig hafa verið beittur. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og við ræðum hér fundargerð bæjarráðs og orðið er laust. Bæjarstjóri Sævar Freyr fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og það er smá hlýða. Ég er hér komin undir sama máli og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á og langaði aðeins að gefa upplýsingar stöðu málsins. Það kom eins og framkom hér inn á fund bæjarráðs sem fól bæjarstjóra úrvinnslu málsins og staðan er þannig að farið hefur fram fundur með lögmanni Akraneskaupstaðar og ráðgjafa í ráðningarferlinu og er núna unnið að útfærslu á mögulegum verklagsreglum ráðningu og aðkomu bæjarstjórnar í ráðningarferlum þar sem að einstaklingar sem að heyra undir bæjarstjórnaráða sem gætu verið bæjarstjóri, gætu verið sviðsstjórar og svo slökkvilistjóri. Það er unnið þessar ráðningar sem er að ræða og
Þessar verklagsreglur myndu þá koma inn í bæjarráð og svo ef þær verða samþykktar eða unnið með þær, þá kemur þær hingað inn í bæjarstjórn. Svo jafnframt er hægt að upplýsa að það er fyrirhugað fundur á næstunni með einstaklingi sem að kvartaði til umboðsmanns eða óskaði eftir hans áliti, og ætlunin er að sömuleiðis óska eftir fundi með umboðsmanninum eins og kemur fram í bókun bæjarráðs. Takk fyrir, bæjarstjóri Svanfríður Þráinsson, lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að þakka bæjarstjóra fyrir hans innlegg inn í þetta mál og Einari Brandsyni bæjarfulltrúa fyrir að reifa þetta mál fyrir þá sem að hlýða á í opinni dagskrá. Þetta var virkilega vel gert. Ég tek alveg undir það að manni brá og við erum svo sem búin að fara yfir það í bæjarráðinu að þetta er eitthvað sem við ætlum að komast hjá í framtíðinni að lesa svona í hvort sem að sé blöðum eða netmiðlum eða öðrum. Það er alltaf óþægilegt og við tökum það bara öll til okkar. En þegar að maður býr nú í svona litlu samfélagi eins og þessu, þá vill maður heldur vera ekki of nálagt ákveðnum hlutum. Og það snýr rosalega mikið að ráðningum, af því að við erum kjörin svo sem af samfélaginu, en við viljum heldur ekki vera þar að við séum dæmd til þess að hygla öðrum fram yfir annan. Þess vegna erum við að nýta þessa verklagsferla að fá aðstoð, þetta er komandi ástæð, eins og ráðningarstofur og annað til þess að bera faglegt mat á í rauninni fyrir að sækja og ég styð það heils hugar. En maður er líka á hinn bóginn svekktur að vera kaupútráðgjöf og lenda svo í þessu. En það er bara stundum ekki hjá því komist þegar við erum opinberar ráðningar að ræða. Þannig að ég vildi nú bara koma kannski þessum hugleiðingum mínum hér áfram og ég held að við mörg sem sitjum þetta borðinu sammála því að við erum ekki að taka fólk hér í atvinnuviðtöl svona beint, hvað þá 16 kjörnir fulltrúar. Takk fyrir sér. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að taka undir orð þeirra bæjarfulltrúa sem að tala hér á undan. Þetta er dálítið merkilegt mál og skrítið í alla staði. Ég held að það sé lykilatriði í þessu að við sem hópur hlustum á hópur og bæjarfulltrúar hlustum á ráðgjöf þeirra sem eru keyptir til þessar ráðleggjafor og stöndum saman þá að þessum ráðningum eins og hefur verið hingað til. Þetta er dálítið merkilegt. Ég held líka að þessi annar hluti að ef þú þarft að fara í atvinnuviðtal til 16 fulltrúa, kjörinna fulltrúa, við það að sækja starf, það hefur áhrif á hvernig fólk sækir held ég bara yfir höfuð. Þannig að það getur útilokað besta kandidatinn bara við það að hann þurfi að einhvern veginn vinna 16 manns eða allavega þá 9 eins og ef staðan væri hér vaknandi á sitt band. Þannig að þetta er rosalega undarlegt álit að mínum dómi. En það er kannski bara mín skoðun. Það er allavega mín skoðun. Ég ætla ekki að tjá mig meira þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Eru ekki fleiri enginn sem að óskar eftir orðinu. Ég ætla aðeins að fá að
ávarpað þetta sama mál þó að ég geri það bara hér úr sæti forseta en tek undir það sem að hefur komið fram hér hjá þeim bæjarfulltrúum sem að hér hafa komið upp og þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir góða yfirferð yfir málið og reifaði það mjög vel hvernig þetta snýr að okkur bæjarfulltrúum og eins og kom fram hjá Einari þá kemur ekki fram annað í áliti umboðsmanns en að hæfasti einstaklingurinn hafi verið ráðinn. En við bæjarfulltrúar hins vegar fáum á okkur það álit að við höfum ekki sinnt okkar rannsóknarskyldu. Og þá velti maður fyrir sér og þetta sama hefur svona svolítið hringsnúist í kollinum á mér sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson lýsti hérna svo vel. Eigum við þá sjálf bæjarfulltrúar að vera viðstödd allt ráðningarferlið og standa í því. Það að mínum mati hlyti að orka mjög tvímælis. Athyglisvert sem að bæjarfulltrúum kom inn á og benti á að umboðsmaður fjallar ekkert aðkomu sveitarstjórnar og Hvalfjarðarsveitar og að þessi tvö sveitarfélög standi saman að rekstri þess slökkviliðs og einnig þetta að umboðsmaður tryggir ekki að við fáum tækifæri til að koma okkar sjónarmiðum á framfæri þó svo að áliti beinist gagnvart okkur þegar það kemur fram. Það voru mikil vonbrigði að fá þetta álit á sig sem bæjarfulltrúa eftir að við bæjarfulltrúar höfum gert allt sem í okkar valdi stendur til að vanda okkur, standa faglega að málum, vanda stjórnsýsluna og halda pólitíkinni í hæfilegri fjarlægð. Sem að ég held að sé það sem að hafi vakað fyrir okkur í þessari ráðningu sem öðru. Auðvitað voru síðan aukin vonbrigði að þetta skyldi svona einhvern veginn koma okkur að óvörum vegna þess að við vissum ekki af því að þetta mál væri í gangi en það vekur líka spurningar í rauninni eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson benti á. Það vekur spurningar vinnubrögð umboðsmanns sjálfs að álit okkar störf gefið út án þess að við fáum tækifæri til þess að okkar rödd komist þar að borðinu. Bæjarráð eins og komið hefur fram líka bókaði það að við vildum meðal annars kanna möguleika þess að fá fund með umboðsmanni Alþingis til að unnt sé að draga nauðsynlega lærdóm af niðurstöðunni til samræmis við tilmæli hans. En og auðvitað hlýtur það að vera markmið okkar númer 1, 2 og 3 úr því að álit umboðsmanns það að við höfum ekki staðið rétt að málum og þá verðum við að reyna að læra af því og standa þá betur að málum í framtíðinni. En eins og staðan þá hefur maður ákveðnar efasemdir bara réttmæti þessa álits. Og einnig nauðsynlegt að árétta það að þetta álit, þetta ekki dómur eða úrskurður, heldur álit umboðsmanns og og þess vegna skulum við kannski ekki hafa okkur eins og dæmdir menn, bæjarfulltrúar. Ég hef lokið máli mínu og orðið laust að nýju varðandi fundargerð bæjarráðs að fleiri vilja taka til máls. Það enginn sem óskar eftir því og helst þar með fundargerð bæjarráðs númer 3477 framlögð 5. fundarliður málsnúmer 21.01.005
fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og lagðar eru fram fundargerðir númer 219 frá 8. nóvember síðastliðnum og 220 frá 15. nóvember síðastliðnum. Orðið laust þessar fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir, fara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, nokkrir bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveða. Ég langaði að taka til máls undir fundur 219. Það málefni 4 og 5 sem kannski snýr svolítið að sama málinu sem eru dansaða bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hringrásarhagkerfið og svo svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Það kemur hér fram í bókun ráðsins að stefnt að vinna þau útboðsgögn fara af stað í lok árs 2021. Þetta fundur síðan 17. nóvember. Og mér langar bara að forvitnast hvenær í lok árs, af því það nú eiginlega bara að koma lok árs. Þannig að þessi vinna farin af stað. Ef ekki, hvenær fer hún af stað? Og svo varðandi hringrásarhagkerfið, þetta erindi frá sambandinu, hvort að það standi til að endurvekja sorphópinn eða starfshópum sorpmál, hvort að hann á að taka þátt í þessu verkefni með einum öðrum hætti. Ef ekki, hver ber ábyrgð á þessari innleiðingu og þessum undirbúningi sem svakalega mikill fyrir þetta gríðarstóra verkefni. Það ráðið eða er þetta meira inn á embættismannakerfinu? Ég hef viljað bara koma þessari umræðu hans á stað, af því ég vil alls ekki hafa sofnum á verðin. Takk fyrir. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða komið hérna upp til þess að bregðast við spurningum sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir indi til mín eða tókur allan til mín. Hvað varðar spurningu lið 5 á fundi númer 219 svæðisáætluninni, þá skiluðum við inn okkar athugasemdum og ábendingum við svæðisáætlunina sem hefur verið í vinnslu, sem hefur verið meðhöndlun sorps á Suðvesturhorninu, sorpur Vesturlands, sorpstöð Suðurlands og Kalka, sorpmenningarstöð Suðurnesjum. Þær athugasemdir sem við höfum við þessa áætlun sneru mest að því að okkur þótti aðfinnsluvert að í þessari vinnu sem hefur verið, þá hefur raun og veru þá lagt upp með að verði sett upp ein miðlæg sorpbrennsla, en í raun og veru þá það komin svona einhver vinnu eða komin einhver tala á hvað kostar að reisa sorpbrennslu, en í raun og veru ekki búið að leggja í vinnu hvað kostar að reka sorpbrennslu eða annað. Við vitum sirka hvað kostar að flytja á landi sorp. Sorpsamlag Suðurlands eru þeirri vegferð. Það fyrir séð að sorpa innan skamms þarf að fara að flytja út sorp. Við vitum hvað kílóverðið er út, en við vitum í raun og veru ekkert hvað kílóverðið verður inn í sorpbrennslu. Við vitum hins vegar núna eftir þessar athugasemdir komið fram að sú vinna farin í gang og mun væntanlega koma þegar endaleg skýrsla kemur, þá verða einhverjar kostnaðartölur þar. Hvað varðar lið númer 4 hringrásarhagkerfið og hvað þessi vinna stödd, þá hefur þessi vinna innan sambandsins verið unnin af Eygeri Margrétardóttur verkefnastjóra. Það búið að taka, hún hefur haldið utan þetta mestu leyti þar. Það verið tengilið við sveitarfélögin. Það búið að taka hér, það búið að taka einn fund með henni. Það sem var
falast eftir samstarfi. Eygerður var á fundi með okkur með SSV sem haldinn var í Árborg og þar falast ég eftir því að við fengjum fund með henni. Það var tekið fundur hérna sviðsstjóri og svo starfsmaður á sviðinu sem haldið yfir utan um þetta. Fundaði með henni í dagsíðustu viku. Það annar boðaður fundur í þessari viku. Í millitíðinni búið að funda með 2 sveitarfélögum sem eru í sama fasa, eru að fara að bjóða út, sem Akureyri og Hornafjörður. Áætlunin að vinna þetta svolítið saman og með þá sambandinu og með Eygerði. Þannig að við séum að uppfylla allar þær reglur og skyldur sem eru að bætast við þennan málaflokk. Þannig að það komið á fullt og væntingar til þess að við getum boðið út bara snemma á næsta ári. Það var lagt upp þannig. Hvað var það starfshópinn, þá þeir stefnt á að hann komi saman núna aftur í desember. Sá starfsmaður sem hefur verið að vinna með okkur starfshópnum á sviðinu, hann hefur bara því miður verið störfum hlaðinn hingað til. En hópurinn verður kallað saman núna í desember og mun þá koma að þessari vinnu. Það sem kannski flókið líka við eins og þessa innleiðingu þessar nýju reglna, að það ekki bara auknar kröfur sem gerðar á sveitarfélögin og þá íbúa, heldur líka til umræðu margar breytingar og útfærslu. Til dæmis bara að þú greiðir eða raunar þeir greiða sem menga. Þannig að en hins vegar það flókið framkvæmd og það var eftir að útfæra það. Til dæmis bara heimilin, það raun og veru engin búnaður núna sem getur mælt það nákvæmlega hvað ég er að senda frá mér í heimilissorpi versus nágranninn. En ég sannfærum að það sé samt framtíðin. Mörg sveitarfélög farin að tala það í sinni gjaldskrá og Reykjavíkurborg hefur tekið ákveðið skref að íbúð sér boðin upp á mismunandi ílát. Þetta með sorpílátin sem við erum í dag eru 240 lítra. Að minni heimili þar sem eru kannski einstaklingar eða eldra fólk, þau geta þá fengið minni ílát og eru að borga minna. Eins líka hefur verið umræðinni til dæmis eins og með lífræna að þeir sem eru sannarlega að koma sínum lífræna úrgangi inn í hringrásina með að molta sjálfur og aðri, svoleiðis, að þessi tekið tillit til þessi í gjaldskrám. Þetta hins vegar allt bara á svona byrjunarstigi sem búin að taka ákveðin skref. Það meira á kannski dreifðari byggðum en Reykjavíkurborg búin að taka ákveðin skref í þessu en ég er sannfærður að þarna vera kannski okkar helstu breytingar og svolítið kannski flókið í framkvæmd en samt sem það mjög spennandi og mikilvæg þáttur í því að draga úr því sem við erum að senda frá. Því að leið og við getum sparað, við greiðum minna eftir þess að losaði minna sem þú mengar. Þá ég sannfærður að það komi minna inn í kerfið en saman hvort það verði sorpbrennsla sem mér persónulega finnst spennandi. En eins og ég sagði áðan, við erum alveg eftir að fá að vita hvað kostar að reka svoleiðis. Þá eru framundan mjög miklar breytingar þessu í meðhöndlun á sorpi og ég tek undir með Bæjarfjölda Ragnarssdóttir að við megum alls ekki sofna á verðinum en eins og við fórum yfir þá þessi vinna í fullum gangi inn á sviðinu og erum komin í samstarf við önnur sveitarfélög og stefnum að því að bjóða út strax á nýju ári. Þannig að nýr aðili eða þá sami aðili taki við þá í ágúst þegar samningstíma lýkur. Takk fyrir.
Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og við erum að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og teljast þessar tvær fundargerðir ráðsins þá þar með framlagðar. Við förum í 7. fundarlið, málsnúmer 21.01.004, fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lagðar eru fram tvær fundargerðir, númer 177 frá 2. nóvember síðastliðnum og númer 178 frá 16. nóvember síðastliðnum. Orðið er laust þessar fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls og teljast þessar fundargerðir þá þar með framlagðar. 7. fundarliður, málsnúmer 21.01.003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021, lögðu fram 167. fundargerð ráðsins frá 16. nóvember síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem að óskar eftir að fá orðið og telst þar með fundargerðin framlögð. 8. fundarliður, málsnúmer 21.01.008, þetta eru fundargerðir frá Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili á árinu 2021 og lögðu fram 123. fundargerð stjórnar Höfða frá 15. nóvember 2021 ásamt fylgigögnum. Og orðið er laust fundargerð stjórnar Höfða. Það er enginn sem óskar eftir að fá orðið. Telst hún þá þar með framlögð og áður en að við förum að 9. fundarliði þá ætla ég að óska eftir því að fá að víkja úr sæti forseta og varaforseti taki við fundarstjórn. Já, við ræðum áfram og það er komið þá að 9. fundarlið sem er mál 210-1009 fundargerðir 2021 Orkuveita Reykjavíkur og það eru tvær fundargerðir sem liggja hér frammi, fundargerð 309 á 27. september og 310 frá 30. september. Orðið er laust þessar fundargerðir og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara koma hér upp okkar fulltrúi í stjórn Orkuveitunar og fara yfir þar sem var svona kannski meginmáli á þessum tveimur fundum sem er fjárhagsspá Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2022 til 2027. Og svona í grundvallaratriðum og þá er fjárhagsstaða samstæðunnar afar sterk og ég ætla að fara hérna yfir svona nokkra punktar sem að tengjast fjárhagsspá samstæðunnar fyrir þetta 5 ára tímabil frá 2022 til 2027. Fyrirhugaðar eru talsverðar fjárfestingar á þessu tímabili, samtals 106 milljarðar króna fjárfestingar eða 17,7 milljarðar á ári að meðaltali. Aðeins meira, sem sagt þungin er á þessu ári og næsta, þar sem að viðgerðir á vesturhúsi Orkuveituhússins eru nú í gangi og sú fjárfesting leggst á þessi 2 ár, 2021 og 2022. En aðrir svona punktar
Gert ráð fyrir að vaxtaberandi skuldir Orkuveitunnar muni lækka talsvert á þessu tímabili. Muni lækka, að nettó vaxtaberandi skuldir muni lækka 36 milljarða frá árslokum 21 til ársloka 2027. Að arðgreiðslur OR til eigenda, Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar muni nema 33 milljörðum króna á þessu tímabili. Og allsherjar uppfærsla á orkumælum hjá viðskiptavinum Veitna hafin og nýjir skattmælar eru þar að komast í notkun og sem að skapa tækifæri til fjölbreyttari og betri þjónustu við viðskiptavini. Verulegur hluti fjárfestinga Veitna til viðhalds á umfangsmiklum veitukjörum fyrirtækisins sem eru samanlagt hátt í 10.000 km lengd og við þekkjum auðvitað vel það sem að til dæmis hefur verið í gangi hér varðandi heilavatnslögnina frá Deildartungu og hingað niður á Akranes sem er auðvitað sérstaklega löng heitavatnslögn, 63 km löng. Fjárfestingar orku náttúrunnar miða að því að tryggja áfram góða nýtingu virkjana með traustri gufuöflun og að uppfylla metnað í umhverfis- og loftslagsmálum og þar nefna að jarðhitagarður orku náttúrunnar með Hellisheiðarvirkjun verið þróaður frekar og að fyrirtæki Carbfix halda áfram að byggja upp kolefnishreinsun og förgun við virkjanir ON og víðar. Nokkur svona atriði eða svona lykiltölur úr fjárhagsspán að framlegðar hlutfall. Það gert ráð fyrir að það verði í kringum þetta á bilinu 61 til 62% á ári allan spátíman. Fjárfestingar eins og ég sagði eru heldur meiri í ár og næsta ári en draga síðan örlítið saman það sem að eftir spátímans og helgast fyrst og fremst að viðgerunum á Orkuveituhúsinu sem eru í gangi núna og svona meginþunginn á þeim verður á næsta ári 2022. Vaxtaberandi skuldir, eins og ég sagði, þær lækka og fara úr 153 milljörðum í 117 milljarða á þessu tímabili frá árinu 21 til 27. Og andbært fé frá rekstri þá gert ráð fyrir að vaxi á sama tíma. Frá því að vera í kringum 26 milljarða í árslok 2022 og verði komið upp í 36 milljarða í árslok 2027. Arðgreiðslur dreifast á tímabili með þeim hætti að gert ráð fyrir að arðgreiðslur verði 5 milljarða á næsta ári og þarnæsta. 2024 og 2025 verði upphæðin komin upp í 5,5 milljarð og 2026 og 2027 verði arðgreiðslur komin upp í 6 milljarða. Gert ráð fyrir að eiginfjár hlutfall samstæðunnar vaxi á tímabilinu frá því að vera 51% árinu 2021 og verði komið upp fyrir 60% 62% árinu 2027 og það þetta hluti af arðgreiðslu skilyrðunum og hluti af grunninum sem þessi áform vaxandi arðgreiðslur eru byggðar á. Eigið fé samstæðunnar gert ráð fyrir að verði 199 milljarðar núna í árslok 2021 og fari vaxandi á spátímabilinu
og verði komið upp í 251 milljarð á árinu 2027 og þetta einnig hluti af grunninum sem að fara að vera til staðar til þess að standa undir meðal annars arðgreiðslunum sem að ég ræddi áðan. Ábyrgð eigenda í skuldum samstæðunnar fer einnig hratt niður á við. Lán með ábyrgð eigenda eru núna á árinu 2021 í kringum 69 milljarðar en það áformum að þessi hluti skulda fyrirtækisins sem með ábyrgð eigenda verði hratt niður á við á þessu 5 ára tímabili og verði komið niður í 14,6 milljarða á árinu 2027. Þannig að lán án ábyrgðar eigenda verði stærri hluti af lánasafni samstæðunnar í lok tímabilsins. Og einnig eru áform það að vaxtabærandi skuldir verði í auknum mæli með innlent lánsfé og hlutfall af erlendu lánsfé á tímabilinu fari minnkandi. Já, annað held ég að ég sé búinn að fara yfir eins og fyrir frá rekstri og annað, en bendi auðvitað á það að fjárhagsspáin liggur frammi, hún á heimasíðu samstæðunnar og er þar öllum opin. Takk fyrir. Já, Valgarður Líndal Jónsson hefur lokið máli sínu og við þökkum honum fyrir góða yfirferð og orðið laust þessar 2 fundargerðir og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langar kannski undir þessum við að koma hér upp í ljósi frétta dagsins í dag og þau sem við fengum að senda frá Munir Valgarði Líndal Jónssyni nýmánaðuppgjörið og virkilega ánægjulegt að sjá að hagnaður Orkuveitunnar að aukast verulega milli ára með við nýmánaðuppgjörið og komið í eitthvað tæpa 11 milljarða. Og eflaust margt sem spilar inn í það ef maður reynir að rýna þau gögn og álverið kannski stóra þátt í því. En það sem mér finnst áhugavert að sjá, og ég hafa nú ekki rýnt þetta til hlítar, en svona að launakostnaður og annar rekstrakostnaður að dragast saman þegar 15 á milli ára. Mér langar svona bara að heyra kannski ofan í okkar fulltrúi í Orkuveitunni í hverju kannski felst þessi samdráttur. Er þetta eitthvað tengt heimsfaraldrinum eða tengist það bara áætlunum sem var lagt af stað með í að draga saman í launum og öðrum kostnaði og þá í hverju felst sá sparnaður? Eru færri stöðugildi? Er verið að nýta COVID-aðstoð ríkisstjórnarinnar eða hvort að fulltrúi okkar hafi einhver svör fyrir mig í þessu væri fróðlegt að vita. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir lokið máli sínu og orðið laust og það bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég næ ekki alveg að fletta upp tölunum svona á milli ræðna í okkar á fundi bæjarstjórnar, en
Já, það sem að hefur svona skýrast komið fram varðandi þennan lækkandi rekstrarkostnað fyrst og fremst það að það var farið af stað fyrir allnokkuð síðan að með það að markmiði að fækka stöðugildum í samstæðinu, bæði hjá dótturfélögum og í samstæðinu í heild. Þannig að það fyrst og fremst það sem að skýrir lækkandi launakostnað, að það einfaldlega færri starfsmenn. Og að minnsta kosti stærsti þátturinn í því. Orkuveitan eða dótturfélög þess hafa ekki nýtt sér til dæmis COVID-aðgerðir ríkisstjórnar. Þetta felst fyrst og fremst í þessu. Og hins vegar að þá kemur auðvitað kostnaður annars staðar vegna þess að einhverju leyti að þá snýst þetta það að það hefur verið fækkað þeim starfsmönnum Orkuveitunar eða dótturfélaga hennar sem að áður sáu verk sem að núna eru keypt út af verktökum. Þannig að en þetta skilar sér samt sem áður í því að rekstrarkostnaður fer lækkandi, þar á meðal launakostnaður, en einnig bara almennur rekstrarkostnaður og það var bara einfaldlega gert með ákveðnum hagræðingarkröfum á dótturfélögin. Það var bara einfaldlega alveg hægt að draga á rekstrarkostnaður. Þannig að þessi svör hef ég núna og ég get fundið tölurnar í gögnum til þess að útvista svörin betur. Bæjarfulltrúinn Valgarður Linda Jónsson hefur lokið máli sínu og við ræðum hér áfram fundargerðir Orkuveitunar ef einhver ráðherra að slökkva ljósin og á réttu pent. En það bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Já, takk herra forseti. Ég nú bara því ég svo einlægt forvitin þá ég að velta fyrir mér með fundarhaldi hjá Orkuveitunni. Af hverju var fundurinn blásinn af þarna 27. og búið að aukafundur þann 30. Snerist þetta eitthvað Carbfix eða þetta minnisblað frá Lex eða hvað var í gangi? Nú fyrir eitt forvitin. Og bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúinn Valgarður Linda Jónsson kemur hér upp og svarar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta einhver vani hjá stjórn Orkuveitunar þegar að fjallað fjárhagsáætlanir og já, sérstaklega þegar fjallað fjárhagsáætlanir og ársreikninga að þá þeir laðir fram á einum fundi og ég held þetta bara snúist fyrst og fremst það að gefa stjórnarmönnum umþóttunartíma þess að fara vel yfir gögnin áður en að þau eru síðan samþykkt á öðrum fundi sem þó yfirleitt aukafundur. Þetta snerist í raun og veru bara að fjárhagsspáin var þarna lögð fram á fyrir fundinum og kynnt og farið yfir og við stjórnarmenn fengum þarna örlítinn umþóttunartíma áður en að hún var síðan lögð fram til samþykktar. Þetta sem hefur verið gert svona áður varðandi fjárhagsspár og ársreikning líka að mig minnir. Bæjarfulltrúinn Valgarður Linda Jónsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljós, þannig að þá eru þessar tvær fundargerðir lagðar fram og með því þá afhendi ég fyrsta forseta
fundarstjórn. Já, ég þakka fyrir varaforseta fyrir að taka hér við fundarstjórn og fleira er ekki á dagskrá fundarins, dagskráin er tæmd og ég segi þessum fundi slitið.